stangveiði mennina sko, eigum við samt ekki að vera bara hreinskilnir, ég menna þetta einhverjir bankamenn sem að vilja fara í ljótar vöðlur með ljót sólgleru, taka mynd af sér til þess að sleppa honum, veiða sama fiskinn mörgum sinnum og saka aðra dýraníð, þetta ekki bara pínu hræsni? Ég skal taka undir það, mér finnst það oft mjög undarlegt að tala árnar að það eigi svo í vök að verjast, að það megi ekki taka neina áhættu með þær og það þurfa að fara vel með þær, en það kemur aldrei til að við stoppum veiðar af því að það lítið vatn í ánni, það kemur aldrei úr því að við drögum úr veiði álagi og það kemur aldrei úr því að það kvartli á nokkrum einasta manni hætta að veiða og sleppa, því að það augljóslega betra að sleppa að veiða heldur en að veiða og sleppa fyrir fiskinn. En ég ítreka hins vegar bara hitt og ég ætla ekki að tala um að þetta einhver hræsni eða eitthvað. Þetta eru bara viðskiptalegir hagsmunir. Þetta bara alveg eins og hjá okkur. Þá þetta ekki einhverjir bændur og það rétt hjá þér. Þetta bara fólk sem hefur fjárfest í laxveiðunum. Það í business og þykir líka vænt árnar sínar og vill bara gera allt til þess að vernda þær og ég hef alveg skilning fyrir því. En ég myndi óska þess að við kæmumst á þann stað þar sem við getum unnið betur saman. Við fengjum kannski að taka þátt í einhverjum rannsóknarverkefnum, við vitum vitum óbúslega mikið lax og fólkið okkar hefur til dæmis mjög miklar efasemdir það að það sé lax sem veiddur og slepptur september, ágúst, hrygni með eðlilegum hætti. Við sjáum það bara að stress á fisk hefur bara mjög miklar afleiðingar inn í veturinn. Þannig að gætum við skaffa seiði, gætum við fyrir rannsóknarverkefni. Þegar ég held að þegar uppi staðið þá þetta ekki andstæður, þetta bæði útflutningur, við erum að flytja inn veiðimenn og við erum að flytja út lax og ég myndi óska þess að við getum bara unnið saman þjóðinni til heilla og bara allir reynda að gera flott og ég veið maður sjálfur þannig að ég veit alveg hvað það að setja á sig hallarisleg gleraugu